Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að renna yfir notkun á snjallforritinu GeoTracker. En það er forrit til þess að safna GPS-ferlum og punktum beint inn í símann. Forritið er fundið í Play Store í Android símanum og er fundið með því að skrifa GeoTracker í einu orði. Það lítur svona út. Þegar búið er að sækja forritið þá er það opnað bara í símanum með því að ýta á þetta tákn. Fyrst þegar kveikt er á forritinu þá þarf að leyfa því að fá aðgang að innri svæðum og ásamt GPS-inu í símanum. Áður en byrjað er að ferla þá þarf að athuga að kveikt sé á GPS í símanum. Þegar kveikt er á GPS þá logar þetta tákn upp í hægra horni. Til að byrja að ferla þá er ýtt á rauða rekordtakkan niður í hægra horni. Ef hann sést ekki eins og svona þá þarf bara að ýta á skjáin einu sinni og þá kemur hann upp. Þegar búið er ýta á takkan þá er hægt að setja símann til hliðar í traktornum eða þessuna í vasann. Þegar aðgerðir eru ferlaðar þá eru tvær leiðir sem hægt er að fara. Annars vegar að vera með tækið í traktornum og ferla leið og áburðardreifing á sér stað. Skilar það bestu upplýsingunum staðsetningu á aðgerðinni sem og lítill auka tími fer í þessa aðferð. Önnur leið er að fara eftir að aðgerð hefur farið fram og ferla utan verksvæðið sem dreift var á. Eins og gefur að skilja þá getur þessi aðferð verið tímafrekari og að sama skapi ekki jafn nákvæm og fyrri leiðin. Þegar búið er að dreifa þá er ýtt á stopptakkan til að hætta ferla. Áður en ferillinn er sendur þá er gott að gefa honum nafn og lýsingu. Er það gert með því að ýta hér undir og á blýantinn. Gott er að setja í nafn, til dæmis staðsetningu á búi eða svæði sem verið er að dreifa á. Í þessu tilfelli Gunnarsholt. Í lýsingu er gott að setja ábyrgðar upplýsingar eins og hvers konar ábyrgð er verið að nota, 25.5, hvaða magn er verið að dreifa, 1800 kíló og hver vinnslubreiddin á dreifarnum er. Í þessu tilfelli 18 metrar. Og það er síðan vistað. Eftir að aðgerð hefur verið framkvæmt þá þarf að senda ferilinn. Er það gert með því að ýta á þetta hérna tákn og þegar verið er að deila þarf að velja tegund af skrá sem það er að senda og er það í öllum tilfellum GPX. Og er það ýtt á það til að staðfesta. Síðan er valið með hvaða hætti á að senda skjalið og er það í tölvupósti eins og Gmail og ýtt á það til að staðfesta og síðan er bara skráin send á viðeigandi netfang eins og til dæmis biggetland.is og skráin þannig með send svona.